Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag ætlum við að fjalla svolítið heimsmálin með honum Eyjólfi B. Eyvindarsyni. Hann situr hérna hjá mér, Sesar A. betur þekktur sem einnig. Velkomin, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Við byrjum að fara yfir með nýjustu fréttunum að það var gerð tilraun, það sem lítur út fyrir að vera tilraun á lífið Donald Trumps. Já. Þetta er nokkuð svakalegt. Já, hvað kosningafundi í Pennsylvania. Já. Þetta var bara í, snemma á laugardegi. Já, skytta sem var staðsett vinstra megin við sviðið og hæfir hérna eyra og Trump lifir þetta af og skyttan felld. Já, þetta er náttúrulega aðalfréttin, en það er mjög langt síðan að það hefur verið gert tilræði við forsetaframbjóðanda, hvað þá fyrrandi forseta. Það eru síðan netinu einmitt þegar það var reynt að skjóta Ronald Reagan í kosningunum í kjölfarið, þá vann hann sko öll fylki fyrir utan eitt. Já. Held að það hefur verið Minnesota eða eitthvað, þannig að demokratarnir getur nú ekki verið ánægðir með þetta. Nei, það er svo margt sem að við vitum ekki, en ef við skoðum bara, það var yfirlýsing frá Biden á fundi deginum áður að sagði að Trump væri beinlínis hættulegur ógn við landið. En síðan er líka, ef maður fylgja öðrum fjölmiðlum, að hvað gera leyniskyttur? Þeir liggja í leynið það ekki. Þessi skytta var ofan á þaki og það voru fólk sem var að fylgjast með sem tók eftir honum. Og leyniþjónustan eða Secret Service, þessi lífverðir, sjá hann og fell hann, þannig að það er ein spurning og líka að það er flögg á sviðinu. Það sést með þess að ein myndin það sem að Trump er með hnefann á lofti og eitthvað haldur meira og eitthvað hvað er nú að gerast. Að flöggin eru á öllum æfingarsvæðum fyrir skyttur, þessi bandaríska hernum, til að sýna vindáttina. Þannig að við vitum ekki hvort það er einhver innan þessar apparat sem er að ýta undir þetta eða hvort þetta er til þess að auka samúð með Trump. Því að hann er búinn að vera mjög passífur í öllu, hann er búinn að leyfa Biden svolítið bara að spila af sér. Já, í rauninni, bara leika af sér, bara bókstaflega eins og í þessum kappræðum og svo núna þessum NATO-fundi, það er mjög endilega að endurtaka það er búið að vera út allt og það verður áfram. Þannig að hann er búinn að vera sína svolítið svona hann hafi stjórn og svo gerist þetta, þannig að væntanlega þá aukst stuðningurinn við hann, við vitum það ekki. Manni finnst að mann alltaf veit ekkert hverju maður á að trúa með ástandið í Bandaríkjunum hvernig þetta er alveg hreint ótrúlegt bara að horfa upp á þetta. En svo er líka spurningin hvað hefði gerst hefði kúlan hæft eða átt hún að hæfa, við vitum það ekki, það að skyttan hafi verið núna á þakinu, svona berskjaldaður, það alltaf þýddi bara að hann myndi ekkit lifa þetta af og þá er eins og með tilræði við Kennedy forseta 63, ég meina Lee Harvey Oswald og þeir sem eru tilræðismenninni, þeir eru bara skotnir. Þeir eru bara lifa ekki til þess að segja frá, það er engin vitni. Já, og sama hér að maður sem skaut var skotin til bana. Nú er maður sér á samfélagsmiðlunum fólk að tala að nú vilji ákveðnar fylkingar í Bandaríkjunum koma Trump fyrir kattarinn ef að hann sé svo mikil ógn við einhver ákveðna valdstett og svo framvegis og er að líkjunum við næsta JFK, næsta JFK Já. En einmitt merkilegt með það þá eru skjöl hjá bandarísku leyniþjónustunni morðið á JFK sem að Trump, sem er mjög frægt, hann lofaði að hann myndi opinbera þau gögn. Já, einmitt. En svo enda hann á því að gera það ekki Nei. Þó hann hafi verið, það var oft pressað á hann og maður svona velti fyrir sér, það eru margir sem að hafa unnið í bandarísku leyniþjónustunni talað þetta mál undanfarið og það eru margir bara á því að JFK hafi eignast mjög öfluga óvini inn í þessu svokallaða bandaríska svona djúpríki sem er þessi öryggisstofnanir og leyniþjónustur og þessi leyniher Já, það eru hvað er það? Hátt í 26 leyniþjónustustofnanir í Bandaríkjunum. Við náttúrulega þekkjum kannski mest bara leyniþjónustuna, CIA og þjóðöryggisstofnunina NSA og eitthvað, en það eru einhverju tveir tugir í viðbót. Og
þetta já, það að þessi gögn kom ekki í ljós og það sem að Oliver Stone hefur og fleiri á að tala um þetta var bara valdarán. Það hversu fljótt það gekk fyrir sig að sverja inn varaforsetann strax og síðan bara öll yfirhylmingin, það voru tveir tilræðismenn en það er bara einn sem að, með töfrakúluna sem að, ekkert að þessu stenst. En Kennedy fjölskyldan líka eftir þetta, bæði alltaf bróður hann síðan felldur og sá náungi sem að var tilræðismæður þar, hann dó í fangelsi, var sýrlendingur og síðan voru endalausar nauðgunarkærur á þeir sem voru líklegir til að vera kandidatar. Kennedy fjölskyldan kom alltaf á allt öðrum ranni heldur en það sem hafði verið við lýði í Bandaríkjunum. Þetta var svona ferskur blær þannig og kannski sérstaklega segja sumir að eftir misheppnuðu tilraun Bandaríkjanna til þess að ráðast inn í á Kúbu þá hafi JFK sem forseti virkilega séð af sér og alveg svona byrjaði að átta sig á því hvað þessi leyniþjónustumenn voru nú bara vittlausir og hættulegir sko. Já, þeir voru alltaf bara með allt aðra dagskrá heldur en ríkið var með. Sko það er eitt sem er mjög mikilvægt að vita hvernig leyniþjónustu starfa og það sem að horfa á heimildarmyndir að lesa hvernig leyniþjónusta Sovétríkjanna KGB sem var rauninni bara fronturinn, GRU sem var leyniþjónusta hersins var en eiginlega armur, leyniþjónusta armur Sovétríkjanna eða Moskvu. Þau sem sagt borguðu, bara þau prentuðu bandaríska peninga eða bara mútuðu fólki, bara keyptu fólk og svo fjárkúðu þeir kaupsýslumenn og annað og meðan að CIA og Vesturveldin hafa notað assets eða verkfæri. Þannig að eins og þessi tilræðismenn og við vitum ekki, jafnvel þessi sem var felldur og er að reyna að ógna lífi Trumps, að þeir eiga kannski eitthvað frænda eða ættmenni í fangelsi eða eitthvað sem er ógnað og viðkomandi neyddur til þess að gera ódæðið og er síðan felldur í leiðinni. Við sjáum þegar enginn er til afspurna, þegar allir týna tölunni, þá fyrir maður, þegar ég heyrði þessa frétt með Trumpanna, það var strax bara svona að þetta er eitthvað loðið eitthvað. Þetta er óskýrt og það kemur nú ekki mikið á óvart ef þessi skjöl sem eru búin að vera leynilega lengi mál og morðið á JFK, ef það kemur svo í ljós sem þetta, það var eitthvað í gangi hjá leyniþjónustunni, þau voru að taka eitthvað þátt í þessu einn eða annan hátt, það kemur nú ekki mikið á óvart því miður. Og þegar að Trump það var verið að krefja hann að birta þau og þá vitnaði hann í, eins og fyrrverandi forsetar hafa líka gert, að hann sagði það varðar þjóðaröryggishagsmuni að þessar upplýsingar komi út. Það megi ekki fara út af því það myndi skaða okkar þjóðaröryggishagsmuni, segja þeir sko. Já, og það er líka eitthvað með Kennedy varðandi réttindahreyfingu svartra og annað og aðskilnaði stefnum sem var eins og í Suðurríkjunum og síðan stríðsrekstur í Suðaustur-Asíu af því að Bandaríkin eftir seinna stríða þá náttúrulega þeir fara bara að þjóna vopnaðinaðinn að starta styrjöldum eða styðja ríki eða að veikja þau til þess að komast að átökum. Þannig að Kennedy var ekkert einhver vinstri maður en hann var kannski bara ekki alveg á sömu leið og hinir. Þess vegna er þetta merkilegt með Trump núna því að hann er bara alltaf þekktur sem að hægri maður sko. Já. Og það og eiginlega allt ég man þegar Biden var kosinn þá voru eitthvað sem í kringum mig sem sagði frábært, Trump ekki lengur forseti en hann breytti engu. Allt sem Trump hafi gert, Biden hann breytti engu og þeir sem hann lofaði að fella niður þessi námslán og þetta bara gerir ekkert að því. Það var frist greiðslur í einhverja nokkra mánuði og ekki meira en það einmitt sem kannski gerist oft einmitt þegar kandidatar látast vera eitthvað sem þeir eru ekki þá gefa þeir út eitthvað svona smá bita til þess að reyna að auka sitt eigið réttmæti. En með Trump og nú vilja sumir meina að hann sé svona friðarkandidatinn. Trump segist alltaf að semja við Putin og hann getur gert það bara á svipstundu, bara stoppa stríðið í Úkraínu. Já. Heldur það sé rétt? Já, það getur verið eitt af því sem er ógn Biden stjórnin að hann gerir það en í hans valdatíð, hann stutti við þetta Úkraínu verkefni er búin að gangi miklu lengur heldur en Maidan 2014 valdarónið, miklu fyrir og Biden var varaforseti Obama og hann var í Úkraínu þá og þegar Trump er forseti þá sá hann til þess að vera vopn send þangað líka.
Hann hefur sagt það ekki að hann vilji stoppa peningana sem fara ánga. Jú. En sko, við vitum það ekki, það eru kosningar í nóvember. En svo virðist þetta alltaf að sko, maður heyrir fólk sem náið Trump að það vill frið við Rússland, já, en það vill sko fara og færa sig yfir í Kína og einbytta meira á að byggja upp í kringum Kína. Þeir átt að segja að þið get ekki verið að heyja stríð á 3 vígstöðum í einu. Ég meina að því að Palestína er eitt, Úkraína annað og svo Kína þriðja. Þetta er allt sama, þetta er allt sama heimsvaldastefnan. Og Trump líka, þú veist, við sem sagt studdi síónistina með Jerúsalem og þetta, þannig að þú veist, við vitum ekki hvað er pólitík, hvað er lofur fyrirfram og ekki, sko. Já, mér finnst allavega þessi retorík hans frið alveg ekki upp á marga fiska. Hann sprengdi þarna, Qasem Soleimani gerði eldflaugaárásir á Sýrland sem voru mjög sko Já, sko, Soleimani var boðaður til friðarviðræðna í Írak. Það var að bjóða þeim til friðarviðræðna. Þetta er náttúrulega bara alltaf sama sagan, alveg frá því að Bandaríkjamenn voru stofnuð á blóði frumbyggjana. Þú veist, allir friðarsamningar sem voru samdir við frumbyggja Norður-Ameríku, þeir voru þarna ekki virtir. Og þarna var Soleiman beðinn að við komum til Írak og við skulum semja frið og svo bara eru þeir allir sprengdir. Og ég veit ekki hversu mikið í fréttunum heima en sko Orbán, þannig ekki hvað forseti Ungverjalands, hann er búinn að fara bæði til Kiev og til Moskvu og tala fyrir friði og núna er búinn að vera í Tyrklandi og Evrópusambandið og von der Leyen og þau eru ekki ánægð með það. Já. Sko, það er aldrei talað frið í þessu samhengi. Það að bara stoppa þessi átök. Og þetta er mjög undarlegt sko þegar fólk eins og von der Leyen og Olaf Scholz og örugglega Keir Starmer núna einmitt sko, þau tala, þú veist, eins og að Orbán sé að fara yfir einhverjar ákveðnar línur, þú veist, að tala við Putin svona opinskátt, veistu hvernig það tala við þetta, þú veist, þannig eins og Hitler segja þau sko, en í sömu andardrá fara þau síðan að styðja sko þjóðarmorð Ísraels á Palestínu, alveg alla leið. Já, og vilja ekki, það er verið bara að mala, þú veist, bara í setja hakkavélina í Úkraínumenn. Þú veist, það er Vesturveldurinn hafa sagt, já, þetta er svo fínt að við þurfum ekki að setja neina okkar fólki, við látum bara þessa þjóð fara í hakkavélina. Þú veist, við fáum engar almennilega tölur að hvað margir að falla heldur. Það er bara verið að þurrka út kynslóðir þarna. 100.000 segja margir sérfræðingar hafa fallið nú þegar. Það er burt frá allri eyðileggingunni og þau vilja nú ekki skrúa þetta niður, þau vilja bara halda áfram. Og það var nú Donald Tusk sem minnir forsætisráðherra Póllands, hann var nú að tala þá hugmynd að Pólland myndi fara að skjóta niður rússneskar eldflaugar og jafnvel senda inn hermenn í Úkraínu. Já, Macron var að tala það líka. Sko, en eins og sést á þessari NATO-ráðstefnu núna að þeir eru meira minna fann að tala bara eins og þetta sé stríði NATO við Rússland. Og þeir segja að Rússland sé árásaðalinn, jú, þeir réðast þarna inn, en hvað var búið að gera? Allar þessar rauðu línur, þú veist, að bara sauma að þeim og beinlínis gera, rússneska var bara ólögleg í Úkraínu og alveg svo búið að reyna í Georgíu og þú veist, fleiri stöðum. En það er aldrei talað frið og svo eru kannski aðalega eins og Orbán sem að fór að tala þetta, það var nú eitthvað tímann í voru það ekki og þá ætlaði bara Evrópusambandið að frista alla peninga til þeirra og koma í veg fyrir bara til þess að bankakerfi geti starfað. Fisko, þessi það er skrifað FICO en þessi búið sem Fisko, þessi forseti Slóvakíu sem fór að tala fyrir einmitt líka friði eða eitthvað, þá var hún bara sínt banatilræði sem hún lifir af. Alveg rétt. Og það er ekki talað það í einhverju samhengi við einhver fullur undir áhrifum náungi í miðbæ Danmerkur ræðst á forsætisára, þá er það talað eins og sé morðtilræði. Eða snjóboltaði kastaði í bíl ráðherra á Íslandi, þá er það eins og eitthvað ofbeldi en hinir eru bara skotnir eða útilokaðir. Þú veist, þetta er náttúrulega líka bara orðið svo mikið örþrifa, bara svo desperasjón.
Já, það er svolítið Þess vegna er þetta svo drastískt, sko. Já, þetta er svolítið staðan. Og það er það sem hræðir mann, sko. Já, þeir ná ekki að halda uppi þessu fronti lengur. Þetta er bara svo hrópandi augljóst og fáránlegt en á sama tíma einmitt svona viðbjóðslegt því að stríðin halda áfram og eru að espast upp áfram. Meðan er fólk að deyja og meðan er verið að taka í sundur innviðina, ég meina eins og í Úkraínu, það er bara raforkukerfið og þetta, það er bara eiginlega ónýtt. Fólk getur varla, það getur varla geymt matvæli lengur. Og svo náttúrulega héröðin sem er þarna næst sem að við heyrum ekki að Belgorod til dæmis, það eru eldflugárásir á bara óbreytta borgara, það lendir eldflugárásir á Krím núna í síðasta mánuð og það lendir takkumsflug á Strönd, það deyja 20-30 manns og þá segja talsmenn í Úkraínu, já þetta eru óvinveittir, óbreyttir borgar, eitthvað svona, þú veist, nei, þetta er allt bara velnett fólk. Þau voru flest partur á Úkraínu fyrir 2014 áður en að Krímskaginn var innleiddur. En þetta er kannski einmitt líka með öll þessi stríð sem eru að geisa að þá fáum við aldrei, almenningur fáum ekki beint samhengið eða svona sögulega samhengið eins og með Úkraínustríðið og þá bara er þetta sett fram þannig að þetta sé einfaldlega þannig að Pútín ákveður að ráðast þarna inn í fullvalda og sjálfstæða þjóð vondur kall og það sem er náttúrulega innrásir eru mjög slæmar og það er brot á alþjóðalögum að gera svona innrás en okkur er bara sagt að hann sé vondur kallinn og það sé eina vandamálið við fáum ekki samhengið einmitt valdaránið þarna 2014 sem að Bandaríkjamenn höfðu mikla puttana í eða hagsmuni Biden-fjölskyldunnar í gasviðskiptum til dæmis líka einmitt og grimmilegar árásir Úkraínustjórnarinnar í borgarastyrjöldinni á einmitt austurhlutann og hvernig borgarastyrjöldin byrjaði til að byrja með það þá eftir að það hefði verið vísað Janukóvits úr embætti sem var ólöglegt líka þeir náðu ekki 2/3 það tækla sér valdarán og þarna voru svona mjög ofbeldisfullir mótmælendur sem voru bara komnir inn í þinghúsið að neyða fram þessa niðurstöðu og svo í Odessa þá koma svona öfgahægri lið sem er búið að vera að espa upp mótmælin gríðarlega þau loka inni 40-50 rússneskumælandi ungmenni sem voru heldur tengt einhverju verkalýðshreyfingu hún var kveik í því og drepaði öll og þá virkilega byrjar borgarastyrjöldin og já þetta eru Rússar búin að vera líka svona styðja austur héraðinn En svo meira en það, þegar Zelenský býður fram, að þá býður hann fram undir þeim formerkjum að hann ætlar að berjast gegn spillingu og hann ætlar að sem er mikil í Úkraínu og hann ætlar að stöðva borgarastyrjöldina með því að gera vel við rússneska minnihlutann, leyfa aftur rússnesku sem móðurmál og gefa þeim aukið sjálfræði og svo framvegis. En svo svíkur hann þetta og hann fer að gera öfugt að hann espar árásinnar og eykur heftina Já. Og bara ennþá meiri hryllingur. Þetta er eitthvað litið nýtt kalt stríð. Ég hugsa það fyrst. Núna þetta með Úkraínu, Rússland búin að gangi núna í 2 ár. Fyrst að hugsaði með þessi orðræði, þetta minnir á bara kalda stríðið. Þú veist, Pútín er vondur og það er eins og, þú veist, hann bara sé innráður, með hann er samt kosinn og það sem gerist með þessu, það fólkið, það fylgir liði bak við hann og síðan er þú veist, einhver náungi sem er talað upp í vestrænum fjölmiðlum sem andstæðingur Pútín sem er kannski með 4-9% Navalny og það er aldrei minnst á að stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn sem er mesta ógnar við Pútín er kommunistaflokkurinn þeir eru endar stalinistar alltaf en þeir eru samt það er aldrei talað, það er eins og í þessari sögu þá var það alltaf að skrifa alltaf út Þeir eru raunverulega stjórnarandstaðan og svo líkt og með Úkraínu og þetta er svo hryllilegt en svona er þetta að líkt og með Úkraínu og Navalny að þegar þið tala að styðja þú veist frelsishetjur einhverjar og svo kemur í ljós þegar skoðar aðeins forsögu til dæmis Navalny að þá er hann bara svona white supremacist bara svona kynþátta yfirburðahyggjumæður rasisti sem að lítur svo á að Rússland á að vera þjóð hvítu slavneska fólksins ekki múslima úr Kákasussvæðinu og svo framvegis og svo með þessar eins og Bandaríkjamenn hafa lengi gert eftir seinna stríð bara að tala frelsishetjur í Úkraínu og eru þá að vísa til manna sem voru viljandi að berjast með nasistaherddeildum. Já. Það eru frelsishetjurnar svokölluðu Já, það er náttúrulega þessi þú veist, við getum talað það mjög lengi en það náttúrulega er forsaga SS Galítsyn að þegar að
að þýski herinn að naðstæðinni koma hérna á Austurvöllin og taka Úkraínu, þá eru hægri öfgamenn sem að ganga til þess og þau stofna bara SS hérna deild og það var þetta dæmi hérna með þennan gamla nasta hérna í kanadíska þinginu, hann úr þessari sveit. Það voru, sko, eftir seinna stríð, þetta líka talað ein mestu, sko, viðbjóðslegustu hérna aftökurnar, þeir voru fyrir utan Kiev voru og það líka mikilvægt að tala með að það ekki bara gyðingar, heldur líka, sko, samkynhneigðir og verkalýðsleiðtogar og kommunistar og vinstrimenn. Já. Allir sem voru, þú veist, þeir var bara slátrað og þessi sveit var síðan þegar stríðið búið þá var þeir handteknir af breska hernum. Þeir voru í Rimini á Ítalíu, þangað til þeir fara bara 1000 manns til Kanada og fá bara ríkisborgari rétt og verða verkfæri í baráttunni gegn verkalýðnum, verkalýðshreyfingunni í Kanada. Og það minnismerki til í Kanada þetta, þessa hetjur frá Úkraínu og eitthvað. Þetta ótrúlegt. Og að því að það 75 ára afmæli NATO og þá var gaman að tala það meira hverjir voru framkvæmdastjórar, hverjir voru, sko, þetta Núrenberg réttarhöldin og uppgjörið við nasismann í Þýskalandi. Það ykkur leyti rétt, jú, en eiginlega allir embættismennir sem taka við í Vestur-Þýskalandi voru nasistar, ekki bara vermakt, ekki bara, þú veist, herforingjar, heldur voru SS eða sem studdu nasistana og fyrst og gegnum gangandi í sögu NATO eru herforingjar nasistar sem að verða yfir. Þannig að NATO ykkur leyti bara andkommunistist, nasist reyfing. Minna, hvaða rök eru fyrir því önnur ef þessir aðalar með þessa forsögu eru ráðnir hérna inn? Þú veist, yfirmenn samtaka atvinnuveitenda og þetta í Þýskalandi, Vestur-Þýskalandi. Þannig að við ættum að skoða þetta svolítið í samhengi. Það er eins og aldrei að sagan hafi, þú veist, þetta alltaf bara eitthvað, núna þetta svona vondi kallinu þessi. Við ætlum einbeitt okkur að því og ef allir, þú veist, segja eitthvað móti því þá ertu bara með honum í lið og, þú veist, ef þú ert friða þá ertu með vonda kallinu. Einmitt, þetta alveg ótrúlegt og þetta hryllileg saga líka og við stofnun NATO og það var nú ekki, þú veist, það var sú hugmynd að Sovétríkin voru að fara að velta yfir alla Evrópu. Já. Sem var einmitt notuð til þess að búa til NATO. Meira þess að bandarískir ráðamenn sjálfur trúðu ekki að Sovétríkin hygðust ráðast inn í Vestur-Evrópu. En það voru Sovétríkin í rúst eftir stríðið. Þau mistu 27 milljónir manns sem dóu út af stríðinu og þau vildu alls ekki meira stríð. Nei, ég meina, þú veist, Stalingrad vendipunkturinn. Stalingrad er það sem að þeir lokuð inn í þessa heri og það sem breyti í. Það Hollywood náttúrulega á sinn þátt í að svolítið endurskrifa sögunarvinninni, þú veist, að innrásin í Normandí, hún var mikilvæg, en allur herafli Þýskalands og fastanna var á Austurvígstöðunum. 2/3 mannfallinu þeirra var á Austurvígstöðunum. Þannig að það sem þeir mættu, Vesturveldin eða rauninni Bretland og Bandaríkin og Kanada í Normandí og þar voru bara varalið. Þeir voru varla með skriðdreka eða neitt og síðan þeir sem voru að verja Þýskaland, það voru eldri borgarar, voru úlingar og eldri borgarar og þeir gáfust frekar upp fyrir Kananum og Bretanum heldur en bolsjevíkonum eða Rauðahernum. Þannig að þeirra sókn inn í þegar þeir taka Berlín og setnast í líkur ópenbarlega með við það var miklu meiri fórni sem að það fólk færði allt saman. Þetta mjög mikilvægur svona partur bara af hvað maður að segja, svona einhvers konar hugmyndafræðilegri baráttu sem stöðugt í gangi er baráttan bara söguna og sannleikan hvað gerðist og eins og það talað appeasement policy hjá Chamberlain breska forsætisráðherranum gagnvart Hitler, hann hafi verið svona meðvirkur og weak eða svona aumur, ekki staðið í lappirnar og svo framvegis og nú verið að nota sömu hugtök oft gagnvart eins og Orbán. Ef hann vil tala við Putin þá var hann bara með appeasement policy og svona þannig dót sko. Svo ef maður skoðar söguna þá, þú veist, appeasement eins og þessi appeasement policy það mjög óviðeigandi orð af því að í fyrsta lagi sko voru fjársterkir aðilar í Bretlandi og víðar í Evrópu og í Bandaríkjunum sem voru að flæða peningum inn í Þýskaland nasismans. Og þau gáfu þeim bara, Bretland gaf Hitler, gaf Þýskalandi bara þetta og þetta og þetta og þetta og fær þetta og fær hitt
og meira þess að breskur aðall sem studdi Hitler og mikið og gaf hann tengingar inn í breska banka sem gaf hann risavaxin lán og svo þurfti hann varð konungur sá prins sem var svona náinn Hitler, hann varð konungur í smá tíma þarna 36 held ég að verið en hann þurfti að segja af sér af því að það var greinilega að koma til stríðs og hans tengingar voru of nánar þannig að það talaði appeasement sko, en það ekki skoða nóg sko, hvernig þú veist, valdastéttir hagsmunum líka og fyrirtækin í Þýskalandi, AEG og þú veist, þeir voru að framleiða brennsluofna og þeir voru með sko sovjerska stríðsfanga sem var þrælað út í verksmiðjunum hana, þú veist, og þeir fengu bara ókeypis vinnuafl. Það þarf að skoða þetta í samhengi líka. Það er ekki fyrir ég meina Churchill, þú veist, það talað hann sem eitthvað hetji, ég meina þeir komu á hungursneyð í Indlandi, milljón manns eða meira sem dói þarna og líka eftir seinna stríð var þessi mission Unthinkable sem var að innrás í Sovétríkin. Þeir voru að hugsa það þeir hættu við því þeir sáu að það myndi ekki gerast sko. En alla tíð þá var þetta ég meina ógnin var Sovétríkin. Þau óttuðust það líkt og evrópskir aristokratar óttuðust frönsku byltinguna á sínum tíma og réðust inn aftur og aftur sem endaði síðan í Napoleon styrjöldunum. Þá helst þetta allt í hendur og eins merkilegt í þessu samhengi að þegar rússneska byltingin eiga sér stað og Sovétríkin segja sig úr eða hætta í fyrri heimsstyrjöldinni en þá ráðast inn 14 stærstu lönd heims og styðja hvítliðana sem vilja fá tsarinn tilbaka en það var vist lykill þáttur í því að það gekk ekki vel hjá þessum 14 heimsveldum að stöðva byltinguna var að því að alþýða í Bretlandi og Frakklandi og Bandaríkjunum vildi bara ekkert með þetta stríð hafa. Verkalýðshreyfingin var sterk og bara var mótmælega þessu á fullu. Nei, það er bara hungursneyð og fátækt og þú veist, ég meina, og bara vísdauði. Bara svoleiðis. Einmitt. Nú, við ætlum að tala eins Suður-Ameríku, þú hefur svolítið tengingar þar, verið þar aðeins og átt vini og fylgist vel með. Fyrir stuttu þá var valdaránstilraun í Bólivíu gegn Louis Arce, en hún gekk ekki. Nei, við munum, eða fyrir þá sem að veit ekki, þá var valdaránstilraun 2019 sem gekk mun lengra. Þá var Evo Morales forseti og það er þessi MAS, Movimiento hacia Socialismo, sem er þeirra hreyfing. Það sem að munurinn það sem gerðist núna var í rauninni að það var einn herforingi sem fór hann inn í þingið og með einhvern fjölda hermanna og einhver brýnvarinn, þú veist, og þeir opnuðu dyrnar með að keyra einhverjum bryndreka hana á hana. Það kom ekki liðsaukinn. Þannig að það var bara þessi 1000 manns eða hvað hann var og viðbrögðin hjá forsetanum voru þau að hann skipaði hann að draga sig tilbaka og þessi herforingi nýtt að gera það. Þá rakar hann á staðnum og réði nýjan herforingja sem að lét handtaka þennan. En þetta sko, líkill í valdaráni er það þarf allur herinn meira og minna þarf að vera styðja svo veist, valdaránstilraunina. Af því þau fengu ekki liðsaukann og að lögreglan í Bólivíu, hún styðji forsetann. Ólíkt því í 2019 þegar eiginlega allur herinn og megnið að sko, það var hlutar af lögreglunni líka sem voru þjálfari FBI. Og þá var það er sko djúplægur kynþátta fordómar gagnvart frumbyggjunum. Náttúrulega Evo Morales er frumbyggja, hann er fyrsti forsetinn að frumbyggja fólkinu sem að kemur síðan á verkalýðshreyfingunni og námu verkamönnunum að þar sem sagt gátu þetta er hægri öfgamenn og þeir hafa ífest ítök í Santa Cruz, það er hérað eða hluti í Bólivíu að þeir gátu sem sagt farið og tekið bæjarstjóra og kjörna fulltrúa og beinlínis bara hóta þeim og hrættur líftóruna og náðu tímabundið valdaráni. En það sem að þið gerðu líka þá var að hún, þessi sem var de facto forseti, rauninni leppurinn, sem man ekki svipana hvað heitir, en hún kom með eitthvað svona
biblíu svo starfið 1 fermetra og sagði bara núna kemur biblían hér inn, þú veist, og það eru 2 fánar, það er sem sagt fáni Bólivíu og svo er Impala sem er frumbyggjarfáninn, sem er svona reytir í mörgum mismunandi litum sem táknar þetta plurinational sem er þetta fjölmenningar, þátta samfélag. Og það voru sem sagt stóðu vona honum inn í þinghúsinu. Oj, já. Og síðan var verið að brjóta á fólkinu, svo náðu vopnum í sínum og sneru sig við. En þetta gekk ekki núna út af því að það var bara þessi herfóringi og þessi hópur, kom ekki fleiri. Og það er núna búið að dæma þennan herfóringja og það komið nýr yfirmaður. Þetta er það er svo mikilvægt að skoða þetta í samhengi eins og með Gustavo Petro sem er kóringi. Hann er fyrsti vinstri sinna fórsetinn í Kólumbíu. Eitt af fyrsta sem hann gerði þegar hann var kjörinn, hann skipti út öllum yfirmönnum í hernum og lögreglunni og sjóhernum og flughernum. Það var bara 4 toppar sem fóru bara eftirlaun eða í ykkur önnur störf og setti inn menn sem að vissu að myndi vinna að hag þjóðarinnar. Og það er svona lykilatriði, sko. Þú verður að gera það ef þú ert raunverulega frá félagsvæða og henda út heimsvaldasinnum eða nýlendu hagsmunum einhverjum og eins og við höfum séð bara gegn 20. öldina sérstaklega í Suður-Ameríku en víðar líka að þá eru Bandaríkjamennirnir eða Bretar búnir að vera í samskiptum við ýmsa herforingja og lögreglulið eins og í Síle að Pinochet var náttúrulega bara einn hersöðingi. Já og þeir kaupa, þeir bara bjóða fólki peninga. Það var til mig eitt sem að gerði með Evo Morales og það var tilræði þyrlan hans, hún var vel að vana og féll í jarðar, betur fyrir dó enginn. Og þá steig fram einn hermaður sem sagði bara, þú veist, hann var í öngusinu, sagði bara, herra forseti, þú veist, þeir buðu mér $50,000 til þess að vera ekki á vaktinni þannig að þeir getur náð til þín. Og þetta virkar svoleiðis, þeir bjóða þeim bara peninga. En svo spyrum við, hvers vegna? Bólivía er ekki eins og með landa sjó. Þetta eru einn stærstu líþíumnámur í heimi. Líþíumi sem núna er bara mikilvægasti góðmálmur sem til er. Og það er sama í það sem þeir hafa verið að gera núna í Bólivíu og Mexíkó. Það er alltaf AMLO og svo er komin nýr fósendi sem lítur út fyrir að vera á sömu braut, sko. Að þeir eru búin að stofna ákveðið samstarf það að líþíumi verði í eigu ríkisins. Þannig að þessar námur erlend fyrirtæki geta ekki bara farið inn og veikt stjórnina og stift henni og komist í þessar auðlindir. Ná ekki að engavæða hana til sín og fá hana skýt og kanil eins og gerist svo oft. Ég held að ég með Níger, þar sem það er náttúrulega eila byltingaástand í gangi, að þar hafa frakkar verið að fá mikið af úraníumi sínu og þú veist, þegar ég man nú ekki nákvæmlega hvernig þetta var en sem sagt, þú veist, markaðsverð kíló af úraníumi ef það á að kosta 20 þá dollara þá hefur Níger verið að fá $0,5 á kílóið. Þú veist, þetta er hlutfallið. Af því þeir náttúrulega, ef þeir komast alveg inn þá náðu þeir bara engavæða algjörlega auðlindirnar og eiga bara allt tilkall til þeirra en múta embættismönnum með einhverjum smávægilegum upphæðum. Já, það er talað frá 1960 í Afríku að það er sem sagt nýlenduherrarnir draga sig tilbaka nema kannski frakkarnir. Þeir hafa verið með hermenn alveg þangað til núna og Bandaríkin líka, þeir eru núna að loka hestu þarna í Níger. Að þeir elíturnar eða valdastjættir landana, þeir eru að taka við, þeir verða leppir. Og það var alltaf sagt, já, nei, þeir kunni ekki að stjórna sér og þetta er þetta þróunlönd, það er ekki neitt iðnaður. Það er þannig sem að þjóna þessum aðilum best að þeir vinna út þrátt fyrir enga pening. Það er það sem ég hugta ekki bananlífildi þetta er bara hrávöruframleiðandi. Og ég held að með Níger það verður, þetta er hátt í 30% af auku úrani sem að Frakkland var að fá þarna fyrir bara ekki neitt náttúrulega. Og fá þannig mun ódýrari orku en þau væru að fá annars, sem er náttúrulega undirstaða hagkerfisins á margan hátt. Já, og það er eitt sem að talaði að Frakkland stendur betur hérna Þýskaland í dag því þeir eru ennþá með kjarnorkuverin opin, þeir er búið að loka inn öllum kjarnorkuverunum í Þýskalandi. Það er líka náttúrulega bara orkukrísa, ekki bara út af Úkraínu og gasinu frá Rússlandi og svona, en það er líka varðandi kjarnorkuna. Það er eitt með nýlendustefnuna líka sem að ég sá nýlega, hún Vandana Shiva, ef þú kannastu hana, hún er frá Indlandi og hefur barist gegn til dæmis Monsanto fyrirtæki Bill Gates í landbúnaði sem að reynir að koma og búa sér til einokunarstöðu. Engaleyfi á fræ og útilokun, já.
hún var að nefna þetta sko hvernig nýlendustefnan breytti landbúnaðinum í nýlendunum frá því að vera sko þegar áður var matarframleiðslan snerist auðvitað að búa til mat en þegar nýlendustefnan byrjar og að taka yfir þessi lönd þá fer öll matarframleiðsla og bara öll framleiðsla náttúrulega að búa til vörur. Já. Og það leiðir til þess að þú dregur úr gríðarlega úr líffræðilegum fjölbreytileika og fleira, það er svolítið lengra mál en þetta veldur hungursneyðum bara aftur og aftur af því að þú ert búin að svolítið taka undirstöðunar af matarkerfinu sem var til staðar og rífa þær niður til þess að geta framleitt meira af vörum þó það valdi hungursneyðum og þó þú vissu alveg að það myndi valda hungursneyðum. Já, ég meina, þú veist, það er enginn að þegar maður hugsa þennan hagnað þegar maður spá í hungursneyð eða fátækt, sko, þetta er líka undirstaðan á þessu kerfi að fá ódýrt vinnuafl. Það gagnast þessari stétti að þessum aðilum halda niðri bæði menntun, þannig að fólk bara viti ekki sinn rétt og svo að fá aðgang að auðlindum. Einmitt. Það er í Brasilíu þar er núna stórt svona verkalýðsfélag, ég veit ekki hvað að kalla það, svona samegnarfélag sem eru með alveg 1 milljón manns og þau eru í Amazon frumskóginum og svona við Amazon frumskógin og hafa verið að bara taka land af stórum landeigendum, eiginlega bara svona eigna sér það. Þjóðnýta eiginlega, já. Og eru núna með skóla sem þau eru að skipuleggja sjálf í að vera með lífræna og svona fjölbreyttari landbúnað. Já. Af því að það er auðvitað búið að gera ótrúlega svona einfaldaðan Já, bara svona vestmiðu landbúnaðar eitthvað sko. Já. Og þegar Bolsonaro var forseti þá var hann alltaf að tala þetta fólk eins og þau væru sko komin frá útlöndum og væru til þess að ræna alveg brasílska fólkið sem er að vinna sér inn og eitthvað svona. Hættulegt sko. En Lula núna sem forseti hann hefur ekki beitt sig gegn þeim, hann hefur svolítið verið að frekar að greiða leið þeirra. Já, það er sko Brasilía náttúrulega í BRICS, þú veist, það er bíið í BRICS og þetta er náttúrulega rosalega auðugt land. Þetta er sko ekki bara í matvælaframleiðslu, heldur bara í svo mörgu og Suður-Ameríka öll og Afríka líka og við þurfum að skoða þetta í samhengi með bara, þú veist, auðurinn sem er á Vesturlöndum sem er þó samt miðskiptur miðað við það sem er þarna í jörðinni og við getum líka að tala Ekvador í þessu samhengi. Það er ekki bara olía og gull, þú veist, og góðmálmar, kopar, sko, það er reyndar eitt sem núna gerði þeir stofnuðu frumbyggjaráðuneyti. Þannig að frumbyggjar myndu hafa rödd, auka vægi kvenna til dæmis og margt annað. Sko, sumum finnst hann ekki ganga nógu langt eða þeir ekki ganga nógu langt en við þurfum bara að skoða í samhengi bara hver var á undan. Þannig að Bolsonaro var bara svona álitinn Trump Suður-Ameríku. Ég meina, þegar hann var kjörinn þá fór Trump sérstaklega í opinbera heimsókn til Brasilíu til að hitta Bolsonaro. Já, og það var svipað sem gerist þarna með þingið eins og í Bandaríkjunum, það var svona tilraun til yfirtöku og það er ennþá verið að vinna úr því og rétta í þeim málum sko. Einmitt. Og aftur sést þarna þessi tvískinningur sko að Vesturlönd tala oft eins og þau maður hlustar á Keir Starmer til dæmis að tala NATO 75 ára afmæli og þá var hann að segja að það hefur aldrei verið mikilvægara fyrir NATO og heiminn að standa saman gegn árásagjörnum og vondum leikmönnum heiminum. En svo eru bandamenn þeirra, eru gæjar eins og Bolsonaro einmitt og svo þessir herforingjar í Bólivíu sem eru að reyna það sem þeir eru að reyna og Navalny í Rússlandi sem eru bara svona hálffasískir sko rasistar dauðans sko sem eru og eins og Bolsonaro vilja bara helst bara fremja þjóðamorð gegn frumbyggjum að því þau eru fyrir. Já. Ég meina það er alltaf í þessu, það er alltaf að vera að benda, þú veist, það þarf alltaf að búið til vondakall, sko. Make an enemy, það þarf að vera að benda þangað og við óttast það og sætt okkur og gleymi við því sem er gangi fyrir heima. Það er bara, mér finnst þetta með hverjum deginu vera svo hjákvæmlegt að þú Keir Starmer og þessar kosningar í Bretlandi. Sko það er algjört rof vesturveldin, þá er ég tala Bandaríkin, Bretland og rauninni svolítið þess að tengjast NATO líka
halda þið sé miklu mikilvægur að hafa miklu meiri ítök heldur en raun en þetta gengur út á heimsvartastefnu gengur út á árásarstefnu og stríð og meðan að það sem er mikilvægt með Úkraínu og Rússland það sem gerist að þá í rauninni það var vendipunktur á suðrið og norðrið í rauninni það var fjölpóla heimur og það er það sem líka er að íta undir eins og með Afríku ECOWAS og sem er þetta gamla og Níger og Hínlöndin, Tjad og hvaða nú er Mali er að fá stuðning frá hinum heimsveldunum sem að vilja frekar eiga viðskipti við þessu lönd og byggja upp innviði heldur en að byggja herstöðvar og ræna auðlindirnar eða taka þær út á völdan hátt og eins og Keir Starmer þetta er einlega bara þetta er orðið allt þetta sama alveg eins og PAN og PRI flokkurinn sem var í Mexíkó sem er alltaf ennþá að hafa 2 flokka demókratar og republikanar ég ruglaði alltaf saman, ég veit aldrei hvor er hvað í Bandaríkjunum og núna seinast IS-flokkurinn og verkamannaflokkurinn í Bretlandi ég meina með fulli virðingu formaður samfylkingarnar fer til Bretlands og segir það er haft eftir henni í fjölmiðlum heima við getum lært svo mikið af Labour við getum lært svo mikið af verkefnaflokknum hvað getum við lært af þeim annað en allt sem við ættum ekki að gera þeir eru íta öllu sem er stuðningu við Palestínu í burtu þeir íta öllu sem friði viðræður í Úkraínu í burtu og allt sem er einhvers konar vinstri það bara er bólað út þannig að eftir er bara einhvers konar skil af flokki sem að líkist bara íhaldinu sko. og Starmer þegar hann tekur við að Corbyn eftir að hafa tekið þátt í herferð að bóla honum út fyrir gyðingaandúð sko, svo kallaða þegar það eina sem að Corbyn og fleiri voru að gera í verkamannaflokknum var að gagnrýna hernaðar síónisma þá segir Starmer þegar hann tekur við að hann sé nú bara eins og Corbyn en því miður að Corbyn er gyðingahatari en ég ætla að vera bara alveg eins og Corbyn og svo sjáum við þetta á þessum 4 árum og þá er bara búið að tínast af þessu öllu og þeir núna er verkamannaflokkurinn, íhaldsflokkurinn light Já, sem er svona önnur útgáfa sko og það er það sem kannski ef við tölum Ísland, það er kannski það sem er ókvænlegt að samfylkingin ef þetta er stefnan að þeir vil líkjast þessu þá sko er alveg líka það að fara í samstarf með sjálfstæðisflokknum frekar kannski viðreisn því þeir vilja ESB en ESB það er örugglega ýmislegt fólk getur sagt já það er örugglega ákveðin svo regluverk og annað sem vantar hérna heima en við sjáum bara hvað ESB er að gera þeir eru ekki að þjóna hagsmunum fólksins sem býr í Evrópusambandinu Það eru hagsmunir stórfyrirtækja vogunarsjóða á banka og svo heimsvaldastefnunar síónismans sem að einhvern veginn komast yfir fá að ráða meira. En svo líka með Bretland og Bandaríkin og Bretland sem er móta utanríkisstefnu Íslands eða sjálfstæðisflokksins það er til skjöl og það er á netinu frá 2018-19 bara sem sýnir að utanríkisstefna Bretlands er mótuð af Ísrael Það bara segir bara að í rauninni sko, það er svona öryggis samstarf í rauninni og Ísrael verður einhvers konar sko svona herskapafullu eftirlitsríki sem að þróar allar þessa eftirlitstækni. Ég meina þegar að Signal kom, Telegram sem eru sem sagt samskiptaforrit svona eins og WhatsApp eða eitthvað svoleiðis og þá liðu held ég bara einhverjir nokkrir mánuðir, þá var leyniþjónustan, það eru 2 reyndar í allavega sem við vitum Ísrael, var búin að hakka það, komin inn í Signal. Og svo er náttúrulega Pegasus, þetta eftirlitskerfi og það er þekkt í þjóðfrelsishreyfingu í Katalóníu, það kom upp að það var að nota þetta kerfi til að njósna fólk sem var að berjast fyrir sjálfstæði Katalóníu og það er svona raunin svolítið bara tók kraftin úr þeirri hreyfingu. Þetta kemur frá Ísrael, þannig að þeir náttúrulega, og þeir fá víst sko allar upplýsingar bara óafskipt og óáreitt fyrst áður en að fer til Bandaríkjanna og Bretlands. Já, þetta er náttúrulega mjög óhugnanlegt sko. Mjög, þeir virðast þeir orðnir alveg svona lítill partur í heimsvaldastefnunni og í hvað maður að segja, þessu njósnanetti sem þeir vefja út allan heim og maður sér það komið mitt í ljósa með þessu Pegasus verkefni
Pegasus hugbúnaði sem að Ísrael bjóð til að þá voru Bandaríkjamenn að nota það til þess að njósna alla ráðamenn Evrópu, næstu í alla ráðamenn. Já, alla bandamenn bara. Já, Angela Merkel og Frakklandsforseta og Bretlands forsætisráðherra og alla bara. Já, þannig að þá spyrir maður sig, þetta eru bandamenn sem að, sko, maður hugsa, já, við erum sameinuð gegn öllum öðrum ógnum sem að getur verið, en mest orkan fyrir að njósna hina leiðtogana sem eru yfirlýst með þeim í bandalagi til missi NATO. Þetta er eins og eitthvað svona mafíu dæmi, sko. Og þetta eru stóru strákundi sem við að leika við og sem að passa upp á okkur, sko. Að venda alþjóðlega lagakerfið. Já, og svo einmitt bjóða þeir, sko, Qasem Soleimani, íranska hersöðingjanum í friðarviðræður og drepa hann þegar hann á leiðinni þangað. Svona starfar þetta heimsögn. Já, ég meina, þú veist, það líka góða pælingar með, sko, það eru mjög gild rök fyrir eins og til með ISIS og þessi hryðjuverkasamtök. Af hverju hafa þau aldrei ráðast á neitt á Vesturlöndum eða Ísrael? Þau fara alltaf gegn þeim sem tala gegn eða eru ógn við NATO eða NATO telur ógn við sig. Eins og til með Rússland eða Dagestan sem hluta af rúsneska sambandsríkinu og allstaðar annar staðar. Þú veist, sko, þessi samtök og Daesh sem þetta á að kalla þau verður ekki til að engu, sko. Það er til náttúrulega þessi think tank og þessar stofnanir sem að gefa út eins og til með svarandi Íran. Það er til og það er að lesa það á netinu líka. Það eru stofnanir sem að Endowment for Democracy til dæmis og sem gefa út það er plagg sem heitir Road to Persia, sko, hvernig á að Bandaríkin getur náð yfirráðum á Íran og þá eru nefnd hryðjuverkasamtök sem væru kandidatar sem að síðan standa fyrir eins og þegar fólk var að syrgja minnast þessa Súleiman, þessa herforingja og þá voru sprengjutilræði og 200 manns deyja og það er einhver hryðjuverkasamtök sem að, þú veist, eru nefnd í þessu plaggi. Þessi samtök, þau þurfa einhvers staðar að fá peninga á vopn. Þau eru ekkert eitthvað að bara tína dósir, sko. Þú veist, þau þurfa að fá bæði þjálfun og peninga á vopn. og það að þau ráðist gegn, þú veist, ef maður skoða það svolítið, þá getur maður að séð svolítið hvar er verið að beita þessu, og svo eins og í Súdan, til dæmis. Ég meina, mikið til, Rússland var að fara þar inn til að byggja upp höfn og reyndar herstu líka og það er talið til mis ásökin á þessu borgarastríði sem það sem náttúrulega bara að komast að hungursnið og hryllilegum hlutum. En maður skoða bara hvar er þessi hryðjuverkasamtök, þú veist, þessi terroristar að fara á, hvernig er að ráðast á? Hvaða svona hagsmunir allan eins og þetta birtist og eins og þetta er að fungera, hver er að græða að því og svo framvegis. Og ég held nú Bandaríkjamenn eru náttúrulega búin að vera, eða Bandaríkin, ríkisstjórnin eða hervaldið sem Bandaríkin eru búin að vera að hernema land í Sýrlandi alveg frá borgarastyrjöldinni í Sýrlandi. Já, það sem eru mjög mikið olíuauðlindum og þeir eru að haldi þeim, já. Já, og það eru ennþá Daesh liðar þar í eyðimörkinni einhvers staðar í Sýrlandi. Sem að fólk á svæðinu segir, sko, að ef að sýrlenski stjórnarherinn reynir að koma inn á þessu svæði þar sem að Daesh er ennþá, að þá fara Bandaríkjamenn að skjóta þau, sko, til að ýta þeim burt. Það er eins og þeir séu að halda verndarvæng yfir þeim. Og þetta er náttúrulega ekki, þetta er landfræði, væri landfræði, við veitum ekki hvort þetta er staðfest, en þetta væri landfræði að vera í fyrsta skipti sem að Bandaríkjamenn styðji einhvers konar svona Mér líður illa að segja að þetta séu öfga-islamistar eða eitthvað þannig, ég bara líti á þetta frekar sem svona glæpamenn. Bara öfgahópar, skulum við segja. Og eins og talibanarnir þegar Afganistan var kommunist ríki og talibanarnir fóru að drepa bara kennara og konur og alla sem voru ekki að hlýða þeirra svona trúarkreddum. Það kerfi sem þeir studdu. Já, varandi Sýrland, það er náttúrulega alveg hræðilegt stækningstíð sem var í áratug eða eitthvað. Það getur líka bara séð, sko, þessir hópar sem voru þar, það má vel vera að Sýrland sé ekkert endilega lýðræðisríki eitthvað svoleiðis, en það sem skiptir máli í öllu þessu samhengi er að ríkin fá að ákveða sjálf, að það sé ekki verið að skipta að þeim. Og svo allt í einu hópar komnir með nýtísku vopn og gervinnattasíma. Já. Þú fer ekkert út í, þú veist, 10-11 og kaupir gervinnattasíma, sko. Það er eitthvað sem að þú þarft að tengjast við, eitthvað sem að þú getur, þú veist, og fá skipanir frá
og skotmörk frá, og svo náttúrulega fóru eiginlega allan NATO-þjóðirnar og vörpuðu sprengjumanna og það já, það var hérna núna í vetur með varandi, ég held að það var í febrúar eða ekki hvernig það var það var skotið loftskeytum á bandaríska herstuð í Sýrlandi og það var sagt, nei, hún í Jórdaníu, þetta bara alveg á horninu og það dóu einhverjir tveir bandaríski hermenn eða eitthvað og það fyrsta fréttin var í Sýrlandi en það var inn í Jórdaníu, sem sagt, leiðrétt og sagt inn í Jórdaníu. Þeir eru að flytja olíu þarna út og þeir keyrum á einhverjum hertrukkum og eru að njósna og hlera og það sem að gerast núna þarna að það komið samtal milli Sýrlands og Tyrklands og það getur verið það er líklegt að það ef þau fara að vinna saman alveg eins og Sádi-Arabía og Íran og þú veist Rússland og Kína hafa verið að fá þess aðeins til að tala saman að það hliði til þess að Bandaríkjum verður bara ýtt að nút úr Miðausturlöndunum. Já, bara úr Sýrlandi sko. Já. Að Tyrkland sjáu hagsmunum sína betur borgið að vinna með Damaskus og vinna með Sýrlendingunum heldur en þú veist, NATO sko, eða Bandaríkjunum. Svo er þetta einmitt kolólulegt að hernema landið þarna gegn vilja Sýrlands og þeir eru einnig að hernema Írak í raun, þeir eru ennþá með herstöðar þar þó að þingið í Írak sé búið að kjósa það að vísa þeim út. Þeir vilja fá það út sko. Þegar Trump drap Soleimani að þá var líka hersöðingi frá Írak skilst mér eða einhverja hátsættur embættismaður í Írak. Það voru fleiri sem dóu þarna, já. En svona er þetta heimsveldi, það lætur ekki segjast, það bara gerir það sem að því sýnist. Ég meina hagsmunir, það bara, við erum sér ásættir kannski bara lokasenuna þarna, bara endatablið og það þegar að dýrið er fast í gildurinu þá fer það að slá frá sér svona, þú veist, og bara örvendingafullt. Einmitt, þetta eru hættulegi tímar. Eyjólfur Eyvindarson, takk kærlega fyrir að koma. Við kannski fáum þig aftur við tækifæri að tala heimsmálin. Endilega. Kannski ef við gerum það reglulega. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Og þið, kæru hlustundur, eigið frábæran mánudag. Takk fyrir að staldra við hjá okkur. Við mælum með að sitja við og bíða spennt eftir Rauða borðinu. Takk fyrir.